og verið velkomin í fyrsta þáttinn hér að Skepnasbretti á N4 sem hestaþáttur og norðlenska vísu. Við ætlum að fara víðavell í dag. Við ætlum að kíkja vestur í Skagafjörðinn og hitta þar fyrir unga og efnilega hestakonu. Svo ætlum við að skoða KS-deildina sem hófst á dögunum. Einnig ætlum við að kynna okkur nýstárlega leið til þess að byrja í hestamennsku á Akureyri. En fyrst förum við á lækjamót og hittum þar fyrir Vigdísi og Ísólf sem eru ábúendur þar. Lækjamót má með sanni kalla ættaróðal, enda hefur jörðin verið í eigu og ábúð sömu fjölskyldu í hvorki meira né minna í hartnær 200 ár. Ábúendur í dag eru hjónin Ísólfur Líndal Þórisson og Vigdís Gunnarsdóttir, en Ísólfur er menntaður reiðkennari frá Hólum og hefur getið sér gott orð við reiðmennsku og keppni síðustu ár. Sumarið 2014 opnuðu þau stór glæsilega tamningaaðstöðu og hestamiðstöð á Lækjamóti sem þau nefna Sindrastaði. En þar má meðan annars finna gönguvarsbretti, stíu með víbrara í gólfi og stærðarinnar reiðföll. Það er því kannski ekki úr vegi að byrja því að spyrja hvort þið séu að upplifa ameríska drauminn á Íslandi. Ég bjó nú í Ameríku nokkra mánuði, það er ekkert í líkingu við þetta sko. Það er kannski bara íslenski draumur. Já, allavega einhver draumur sko. Við erum alltaf lifum bara í draumaða veröld, skilur við. Hérna bara er allir okkar viltustu draumar í þessum efnum bara búin að rætast og við erum bara kollnung. Þannig að þetta er svolítið svona súrrealist sko. Þú veist að vakna hverju morgni og koma hingað með fullt hús af gæðingum og bara aðstöðu eins og maður, já, þú veist, við hönnuðum þetta, þannig að þetta er bara eins og við viljum hafa hana og hérna. Jú, ég held að það sé allt hérna sem og meira til en maður þarf sko og hannað þannig með það í huga að það sé allt þetta gera sem maður langar og öllum líði vel. Já. Þú sagði mér nú frá því áðan að það hefði kona komið hérna og spurt hvort hún geti leigt stíu undir sjálfa sig. Er fólk mikið að biðja það? Nei, kannski ekki lengur að hestar í það núna. En hérna þetta, okkur líður voðalega vel hérna sko. Og náttúrulega ekki annað hægt, þetta er náttúrulega bara geggjað sko. Og þið eru hérna hjónin saman í þessu og vinnið hér saman allan daginn? Já, allan daginn. Þá er ekkert svona leiða hvort öðrinu á milli eða hvað? Nei, ég held að bjargi því sko, ég fer ansi oft í keppnisferðalög. Já, þá losnar hún að sviði. Þá hvílist hún aðeins að mig sko. Já, einmitt. Það er sem bara okkur. Hvernig er svona hefðbundinn dagur á þessu fjölskyldubúi þá? Það er bara start klukkan 8, fá sér morgunmat og hérna setjast í nakkinn. Það er náttúrulega sko pabbi kemur og gefur hérna, hann vaknar yfirleitt bara held ég á nóttunni sko. Kemur og gefur og... Hann er komin á þann aldur, hann hættir að sofa. Kemur og mokar og gefur, þannig að þegar við mætum hérna rétt fyrir 8 þá eru svona hestirnir að verða búnir að borða og þá förum við að fáum okkur morgunmat og svo förum við bara að þjálfa. Á Lækjamóti búa einnig foreldrar Ísóls og er öll fjölskyldan á kafi í hestamennsku. Já, það er svona tím Lækjamót sko. Já, tímið mitt. Hérna, að sumu leyti vinnum við saman og öðru leyti svona sikkur lagi en það er alltaf svona þegar kemur að ræktun og svona þá er oft tekist á einhverja graðhesta og hver á að fara hvert og eitthvað svona. Já, einmitt. En svo sem gerir bara hver það sem maður vill svona þegar upp er staðið en það er mjög gott að vera með svona gagnrýna umræðu og fjöruga. Nákvæmlega. Hrossarrækt er mjög skemmtileg sko. Já, það er oft hressilegar umræður við matarborðið. Já, en það er nú svona, við erum nú svona svolítið á sömu línu hérna. Já. Það er ekki hart tekist á en hlutirnir eru ræddir. Það er það sem að kitlar mest, að það er hrossarræktin og að sjá afkvæmin koma upp og vaxa og fylgjast með þeim bara frá því þau fæðast og þangað til þau vonandi fara að gera eitthvað af því sem maður treystir og trúir á að þau geti og það er bara ekkert sem toppar það. Og hvað er það sem þið leggir svona helst áherslu á í ræktinni? Rækta keppnishesta. Já. Svona í mjög stuttum máli, svona sýningahesta. Við erum ekki að rækta hross fyrir kynbótakeppni. Geta í rauninni bara farið hratt og beint. Heldur viljum við hafa
mikla skrokklipurð svona og hérna. Já, mýkt í skrokknum. Já, mýkt í gangtegundunum og svona og kannski svona fyrsta sem maður skoðar er geðslagi. Já. Það svona fyrsta atriði. Og svo þar á eftir kannski kemur, já, svona líkamsbeitingin, sko. Það svona, og svona byggingin skiptir rosalega miklu máli þegar við erum að para saman einstaklinga. Það sé þarna ákveðnir þættir í byggingunum sem eru í lagi. Þá erum við ekkert endilega að horfa á kynbótadóm byggingu þar, sko. Það er svona vissi hluti sem við erum hrifin af og finnst það virki fyrir hestin sem reiðhest og afkasta hest. Það verða að vera til staðar. Þannig að það er, já, það er náttúrulega bara íslenski gæðingurinn sem að nýtist á öllum sviðum. Það er ekkert skemmtilega en að vera með hest eins og Freyði til dæmis sem er bara minn uppáhalds keppnishestur en jafnvel minn uppáhalds reiðhestur að fara reiðtúr á þessum gæðing er það skemmtilega sem ég geri og svo að keppa á honum, að það sé hægt að gera allt. Freyðir þessi sem Vigdís talar er hann Freyðir frá Leysingastöðum, aðal keppnishestur Ísól síðustu ár. Saman hafa þeir verið í fremstu röði íþrótta- og gæðingakeppni, verið í úrslitum í B-flokki á landsmóti og A-úrslitum í fjórgangi á Íslandsmóti, svo fátt eitthvað sé nefnt. Það vildi einmitt svo skemmtilega til að þennan febrúardag sem við sóttum þá félaga heim, þá voru þeir skráðir til leiks í fjórgangi KS-deildarinnar síðar kvöldið. Eftir hádegi svona keppnisdegi þá er maður alveg bara zoomaður út, sko. Já. Þá er bara eitt. Það er eiginlega hægt að tala við mig svona. Nei. Þið rétt sleppið svona núna klukkan eða gjörðu þann margt. Markmiðið sem ég fer með á hvert mót og sýningu er náttúrulega bara að gera mitt svona eins og maður segir, sko. Það sem maður er búinn að undirbúa heima og hérna reynir að láta það takast og svo bara kemur það í ljós fyrstulega hvort það tekst. Já, já. Og svo hvað það dugar, sko. Ég náttúrulega vill alltaf vinna, sko, en ég fer ekkert á mót þannig að ég ætla að vinna þetta, það virkar ekkert svoleiðis, sko. Maður verður bara að standa með sér og sínum hesti og hérna reyna að klára verkefnið, sko. Það er það sem maður getur gert, það sem maður getur ekki gert, og það er að stjórna hverju hinir eru á, hvernig þeim gengur og síðan hvernig dómarunum líst síðan á öll helligheitin, sko. Það er eitthvað sem maður ræður ekki við. Þannig að þetta er svona, maður þarf að sætta sig við ákveðna hluti í þessu keppnisstandi öllu saman, að það er hérna ákveðni hluti sem maður ræður við og ákveðni sem maður ræður ekki við. Já. Aðstaðan til reiðkennslu á lækjamáti er með því besta sem gerist. Stór reiðhöll með áhorfendapöllum en auk þess kennslustofa með gluggum sem vísa inn í höllina þar sem nemendur geta setið og hlýja sér og sötra kaffi meðan meðtaka fræðin. Þau sjá fyrir sér mikla möguleika í reiðkennslu í framtíðinni. Náttúrulega aðstaðan er einstök og hestarnir líka og reiðkennslan er góð. Þannig að við getum búið hérna fólki upp á það að koma í reiðtíma á hestum sem eru, við getum sagt, aktífir, virkir hestar á keppnisbrautinni og topp hestar. Það er ekki margir staðir í veröldinni sem það er hægt að gera það. Þannig að þetta skapar allt saman sérstöðu og það sem er sérstakt, það kostar meira. Að endingu spurðum við Ísólf hvort eitthvað efnilegt hross úr eigin ræktun leyndist í húsinu og þá fylgdi hann okkur á myndarlegum stóðhesti á 4. vetur sem þau binda mikla voni við. Hérna er fólið sem við erum svolítið skotin í. Hann er 3 vetra græðhestur sem við ræktuðum nú, Vigdís, og hérna heitir Íkon frá Lækjarmóti. Hann er undan Álfinn frá Syðri-Geirningshólum sem er nú, já, ég held að hann sé bara nýbúinn að slá met í að vera hversu ungur hann var þegar hann náði stigum fyrir fyrstu velun fyrir afkvæmi. Já. Og hérna bara vonandi náðu að sýna þennan í vor og kannski bara komast á landsmót en hérna það eru svona villtustu draumarnir. Já. En svona ég er nú alveg viss að við náum að sýna hann þá allavega 5 vetra, sko. Hann er rosalega sætur. Já, hann er voða sætur. Svona prúður og svo er hann hreyfingafallegur og svona alhliða hestur, sko. Þannig að mjög trúlega verður þetta svo bara í framhaldinu keppnishestur hjá okkur. Já. Jæja, þá að fara að síga á seinni hlutan á heimsókninni og Ísólfur þurfti að gera Freyði sinn kláran fyrir keppni kvöldsins. Við kvöddum þau hjónin á sama tíma og Freyðir var leiddur upp í kerru. KS-deildin hófst með pompi og prakt að kvöldi þessa sama dags. En óhætt er að segja að hennar hafi verið beðið með mikilli eftirvæntingu
enda sterkasti keppnisvettvangur hestamanna norðan heiða yfir vetratíman. Keppnisliðin að þessu sinni eru 7, en 2 lið unnu sig inn í deildina í úrtöku í janúar og bættust í hóp þeirra 5 sem fyrir voru. Að þessu sinni var keppt í 4-gangi. Margar góðar sýningar sáust þetta kvöld eins og þessi sýning Valdimars Bergstaðs og Hugleiks frá Galtanesi. Valdimar og Hugleikur tóku forystuna með einkunn á 7,33 og lengi vel var þessu glæsilega pari ekki ógnað. Þóran Eymundsson og Taktur frá Varmalæk áttu einnig fína sýningu, fengu einkunn upp á 7,03 og 3. sætið í forkeppni. Taktur er undan krafti frá Bringu sem Þórarinn náði með mjög góðum árangur með á sínu tíma, en eins og frægt urðu þeir félagar heimsmeistarar í 5-gangi á heimsmeistaramótinu í Hollandi árið 2007. Mette Mannseth endaði 4. eftir forkeppni án hnokka frá Þúum. Hnokki hefur áður gert góða hluti í 5-gangi en greinilega vel liðtækur í 4-gangi líka og hlutuðu einkunn upp á 6,90 og sem fyrr segir 4. sætið og síðasta lausa sætið í A-úrslitum úr forkeppni. Þá var röðin komin á honum Ísól í Líndal og Freyði frá Leysingastöðum. Ágætt sýning sem skilaði þeim 6,83 í einkunn og 5. til 7. sæti. Þeir félagar þurftu því að fara Krísuvíkurleiðina að A-úrslitum í gegnum B-úrslit. Það skemmst frá því að segja að Ísólur og Freyðir unnu B-úrslitin og tóku þátt í A-úrslitum síðar kvöldið. En sigurvegarar forkeppninnar og raunar kvöldsins alls voru þetta glæsilega par, Artemisia Bertus og Korgur frá Ingólfshvoli. Þau heilluðu bæði áhorfendur og dómara og skutust upp fyrir Valdimar og Hugleik í 1. sætið með langkastu einkunn úr forkeppni 7,83. Það sama var upp á teningnum í úrslitunum sjálfum. Frábær sýning skilaði þeim öruggum sigri með einkunn upp á 8,07 og spennandi verður að fá fylgjast með þessu flotta pari á komandi misserum. Að öðru leyti breyttist röð hrossa úr forkeppni ekki, nema að Ísólfur og Freyðir skutust upp fyrir Metti og Hnokka í 5. sæti. Þetta Lárus og hann bróðir hans Nökkva sem Kobbi Sig hefur verið með. Ég er búinn að keppa á Lalla síðan árið 2011. Fyrsta mótið okkar var Íslandsmótið í Keflavík. Þá var ég í barnaflokk og þá urðum við Íslandsmeistarar í tölti. Svo unnum við fjórðungsmótið á Kaldármelum 2013. Og svo var ég önnur í slagdómatölti á honum í úlingaflokki fyrra. Svo við erum búin að keppa á mörgum mótum, svona smámótum hérna heima, íþróttamótum og svona. Ásdís Ósk Elvarsdóttir 18 ára gömul Skagafjarðarmaður sem hefur vakið mikla athygli í keppnum yngri flokka undanfarin ár. Ásdís ríkjandi Íslandsmeistari í 5-gangi og 5 unglinga, en fyrsta Íslandsmeistaratitilinn vann hún árið 2010, þá 12 ára gömul. Óhætt að segja að hún sé fjölhæf en allt í allt eru titlandi 6 talsins í 5 keppnisgreinum. Ásdís á nú ekki langt að sækja sína hestabakteríu, en foreldrar hennar eru þau Elvar Eilert Einarsson og Sigríður Fjóla Runósdóttir á Syðra Skörðugil í Skagafirði. Fjölskyldan rekur myndarlegt hrossabú og starfar Ásdís að sjálfsögðu við tamningar heima fyrir meðfram skóla. Þegar ég ekki í skólanum á morgnana þá reyni ég að ríða mínum hrossum áður fyrir skólan og svo klára ég þegar ég kem heim. Og svo tek ég það sem ekki búið að taka afgangs þegar ég kem heim. Já. Sem ekki búið að ríða. Og hvað ertu að gera í hesthúsinu? Hvers konar hross ertu að þjálfa? Það mjög mismunandi. Við erum bæði með hross sem eru mjög lítið þjálfuð og svo sem eru mjög mikið tamin. Þannig að þetta bara mjög mismunandi bara milli hrossa. Þetta ekki erfið vinna? Nei, bara skemmtileg. Bara skemmtileg? Já. Hvað ef að hrossin fara með í hrekkjum eða rókum? Er það skemmtilegt líka? Eftir á. Ekki með það í snertir. Svo hefur við verið að keppa eitthvað líka. Hvað nú, segðu nokkur frá því? Já. Hvernig var til dæmis síðasta sumar?
Þá vorum við að byrja með ferðaþjónustuna, þá var ég mikið í því líka og reyndi svo að keppa þegar ég gat. Já. Og fór á Íslandsmót og svona helstu stórmót. Já, og hvernig gekk þar? Það gekk bara mjög vel. Fékk Íslandsmeistari í 5 gang og fimi, önnur í slagtramtelti. Já. Ég myndi talið það bara ágætis árangur. Það bara mjög flott. Ertu mikil keppnismannskja? Já, ég myndi segja það. Finnst þér gaman að vera í brautinni? Já, sérstaklega þegar það gengur vel. Já. Þá er oft mjög skemmtilegt. En hvenær byrjaði Ásdís að keppa? Ég held ég hafi verið 5 eða 6 ára. Þá keppti ég í pollaflokk. Mástu á hvað hesti? Já, hún heiti Díla, ég fekk hann í skírnagjöf frá afa og ömmu. Ásdís leggur á Lárus frá Syðra Skurðugili, en hvert stefnir hugurinn í framtíðinni? Fara kannski að hóla. Já, þú stefnir þangað? Já, Já. ég geri það. Og hvenær ætlar þú að fara að hóla? Ég er ekki alveg búin að ákveða. Ég tek mér örugglega einhverja smá pásu eftir ég er búin að klára stúdentur. Já. Og svo stefni ég að fara að hóla. Þannig að þú ætlar bara að leggja þetta fyrir þig, algjörlega. Já. Og það er ekkert annað sem kemur til greina eða hvað? Nei. Nei. Já, flottur knapp hún Ásdís. Við kveðjum hana og Lárus, eða Lalla eins og hann er kallaður, þar sem þau ríða úr hlaði. Hér á Akureyri býðst nú hestlausum hestamönnum frábært tækifæri til að stunda hestamennsku. Við ætlum að hitta fyrir nokkra stelpur sem leigja sér hesta hér í Lögmannsliðinni. Eva Rós Rúnarsdóttir. Hanna Klara Birgisdóttir. Guðný Dóra Einarsdóttir. Sara Agneta Valdimarsdóttir. Ferðaþjónustufyrirtæki Sportferðir hefur nú í vetur boðið áhugasömum að leigja sér hest mánuð í senn. Þessi þjónusta er ný á nálinni á Akureyri, en óhætt er að segja að hún hafi mælst vel fyrir. Ég er að leigja hestina í hálft ár. Ertu ánægð með hann? Já, bara mjög ánægð með hann, mjög góður. Hvað ert þú búin að leggja hestamennsku, snót mín unga? Ég byrjaði í janúar. Og ertu bara alltaf á hestbaki eða hvað? Ekki alltaf, svona 1-2 í viku. Ferðu líka þegar það er snjókoma og kalt? Stundum. Eru mamma þín og pabbi líka í hestum? Nei, eiginlega ekki. Þið eru mæðgundar hérna saman og deilið einum hesti. Er ekki mikið slegist hver á að fara á bak hverju sinni? Já, þetta fór nú svona rólega á stað. Það ætlum við bara förum, það fari ekki að koma því. Við förum að slást þetta. Við höfum verið að reyna að fara svona annað hver dag eða eitthvað svo les eða skiptast á. Hvernig líkar ykkur þetta fyrirkomulag? Að geta komið hér inn bara og fengið hest lánaðan og leigða? Bara draumur í dós. Bara geðveikt, skemmtilegt. Er það búið að vera draumur hjá okkur lengi að vera í hestamennskunni? Já, bara alveg síðan ég var lítil. Það hefur alltaf verið minn draumur en ég hef aldrei haft tækifæri. Svo man ég alltaf eftir því að þegar hún á 17. júní einu sinni, hún er alltaf verið hrædd við allt og smeyka prófa. En þá var hægt að fara á hestbakk og áður en ég vissi af þá var hún bara komin á bak og bara farin. En hvað er innifælið? Þurfa leigjendur að kaupa sér reiðtygi? Nei, við fáum þetta allt hérna á staðnum, þannig að við þurfum í rauninni ekkert að leggja til. Jú, við þurftum að kaupa reiðbuxurnar og skóna en annað fáum við hérna. Og er það ekki alveg magna að geta gengið bara hér inn og fengið hestabakteríuna bara beint í æð? Jú, það er alveg frábært. Þetta er náttúrulega svo gríðarlegur stoppkostnaður í þessu. Man langar svona að prófa fyrst, hvort maður væri alveg viss, hvort þetta væri það sem við vildum gera. Og þá er bara að skoða hestakostinn. Þetta er hún prinsessa. Og þetta er ykkar helsti reiðhestur núna það væntanlega? Jú, þetta er hún. Og hún er fínasti hestur, svolítið dittótt. Þannig finnst það gott að fá að vera bara hérna. Hún vil svolítið mikið snúa við. Við erum svona að læra að eiga við hana. Það fælst alltaf ákveðin lærdómur í því að læra á hestana. Jú, það gerir það. Jæja, þetta er hryssan þín. Já. Segðu mér eitthvað hana. Hún heitir Gloria. Hún er mjög góð. Hún er bara góður tölthestur og hún er alveg mjög góð að stökki líka.
bara æðislegur hestur. Bara eitt af bestu hestum sem ég hef prófað. Endar ekki bara á því að eignast hana? Vona það. Er það stefnan hjá þér að eignast hest? Já, ég að pæla í bara að byrja að safna sko og kaupa mér síðan hest. En finnst þér jafn gaman að ríða út og moka skít? Nei, en þú veist maður verður að láta sig hafa það. Hvað heitir þessi hestur? Hann heitir Frosti. Er hann skemmtilegur? Já, mjög. Veistu hvort hann fer að brokki eða tölti? Eiginlega bæði, stundum. Og hlýðir hann öllu sem þú biður hann að gera? Flestu. Annamót ársins í KR-deildinni fór frá miðvikudaginn 2. mars síðastliðinn. Að þessu sinni var keppt í 5-gangi. Við vorum á staðnum og tókum púlsinn á stemmingunni meðal keppenda fyrir keppni. Þetta er Nói frá Saurbæ. Að sjálfsögðu erum við að gefa okkur besta og við ætlum að sjálfsögðu að reyna að komast í úrslit. En af því að hann er svolítið lítið keppnisreyndur hingað til og svolítið ungur, þá er þetta einlega bara mestmegnis fyrir reynsluna. Það er bara að reyna að vera með góðskapið og gera sitt besta. Reyna að vera ekki of stressaður. En hvað er málið með taglið og fléttunar? Það er til að fá svona meiri liði í taglið, þannig að virðist vera stærra og meira. Allt fyrir tískuna. Herðu, þetta er hún Sif frá Syðstufossum í Borgarfirði á 7. vetur. Ég er búin að þjálfa svolítið núna. Þetta er nú frumraun okkar í 5-gangi, þannig að við ætlum bara að vera rólegar í kvöld. Ég fæ hann hest lánaðan hjá Hannu Þórarni, liðstjórann, og ég vona bara að ég geri mitt besta. Hann heitir Milljarður frá Barká. Bara að vera óþreyttur og bara sprækur sko. Það er eiginlega bara það sem ég þarf að vera spræk og velja góða tónlist. Nú, við tókum Líðarbyggarinn í fyrra og við gefum það ekki eftir svona baráttulaust allavega. Það er stemt á fyrsta sæti, það er alveg ljós. Þannig að það er ekkert nema bara sigur eða dauði í kvöld. Það er svona bara svoleiðis. Hvað geturðu sagt mér keppnislestin þinn í kvöld? Þetta er Kjerkur frá Skriðu. Bara svona rétt að byrja að keppa á honum. Hlusturinn og græðustur. Byrjaði aðeins með hann í fyrra og gekk bara vel og nú vorum við bara að sjá hvernig það gengur núna. Maður reynir náttúrulega að vera búinn að þjálfa eitthvað svolítið, en það er nú svo sem eins og gengur að maður er nú ekki alltaf hestaðir í alla greinarna, þannig að maður þarf stundum að fá þetta að lána hjá öðrum, þannig að þá leggst maður í símann. Engin svona sérstök hjátrú eða annað á keppnisdegi? Nei, allavega ekki hjá mér sko, maður reynir alltaf að gera sitt besta. Ég er nú óttalegu klaufi í þessu hringvalla. Ég er meira á beinubrautin en er svona að reyna að koma mér yfir þetta og læra á þetta og þetta er bara mjög gaman og stefni meira í þetta. Þetta er fyrsta skipti sem hún fer í 5-gang og fyrsta skipti sem hún fer í innimót. Hún er reyndar gömul barnastjarna og hún mætti hérna á fólaldarsýningu þegar hún var fólald og fór með bara sigur úr bítum. Síðan hefur hún ekki komið hér í neina keppni. Keppnin sjálf var gríðar spennandi og mikla sviptingar í úrslitum. Það fór svo að Þórarinn Eymundsson og Narri frá Vestri Leirárgörðum, sem sigruðu þessa grein í fyrra, stóðu uppi sem sigurvegarar með 7,43 í einkunn eftir að vera í öðru sæti eftir forkeppni. Bjarni Jónasson og Dinu frá Dalsmynni áttu frábæra forkeppni. Sérstaklega vöktu skeiðsprettirnir mikla lukku og athygli. En í úrslitum voru þeir mislæði fætur og allir 3 skeiðsprettirnir voru ógildir. Þeir luku því keppni í 5. sæti á eftir Þór Jónstensinni sem endaði 4. eftir að unni sig upp í gegnum B-úrslit.
Keppnishestur hans var að þessu sinni stóðhesturinn Kjarkur frá Skriðu, ungur hestur sem lofa mjög góðu. Í öðru sæti varð Mette Mannseth á höfðingjanum Hnokka frá Þúum, en eins og þið sáuð fyrir í þættinum þá voruð einnig í úrslitum í fjórgangi hálfum mánuði fyrr. Óhætt er því að segja að Hnokki sé fjölhæfur og öflugur keppnishestur og þau eru svo sannarlega flott par. Í þriðja sæti var síðan hann Hans Þór Hilmarsson og hinum stórættaða og stórstíga stóðhesti Lukku Láka frá Stóra Vatnsgarði. Við skulum nú heyra í Jónum Þórarni Eymundssyni, sigurvegra 5gangs 2016 í Kafastildinni. Já, Þórarinn, siguraði döðusögum fyrir kvöld. Þú valdi sigur, til hamingju. Já, takk fyrir það. Hvað liggur á baki í svona sigri? Það liggur náttúrulega æfingar, þrotlausar, svona 2-3 ára vinna, undirbúningur. Þannig að eins og ég sagði áðan, þetta er mikil tækni, alla gangskiptingarnar og samt að vera með kraft og sérstaklega er þetta nú 5-gangurinn, þetta er svona okkar sér íslenska grein, sína allar 5 gangtegundir og vera með hestar slakan á feti og söfnum tölti en getur svo líka riðið til afkasta og láta hann teygja sig á skeiði, þannig að þetta er svona okkar íslenska sérkenni. Já, þetta er svona mín uppáhaldsgrein líklega og við erum unnum þetta saman í fyrra, ég og Narri og svo er ég búinn að vinna þetta á þeir frá Pressbæ þar áður og svo Þóra frá Pressbæ lengra síðan, þannig að þetta er svona, það eru nokkru sigrar í 5 gang. Þá er þættinum lokið í kvöld. Við þakkum fyrir okkur. Þangað til næst.